Við erum on. Já, við erum on. Við erum on. Já. Velkomin Þakka þér fyrir. í podcast sem ekkert með eitt nafn. Já, þakka þér fyrir. Ég var náttúrulega að hugsa það þegar þú varst að tala við mig gerum að bjóða mér í þetta podcast að hvort maður myndi enda að vera, þú veist, svona formlegur. Þegar þú veist, ég alltaf vanur viðtölum að fara í útvarp og svona, hvort maður eitthvað svona, já, þakka þér fyrir. Náttúrulega gerði ég það. Blessaður. Já, náttúrulega bróði minn. Þakka þér fyrir að bjóða mér í podcast. Blessaður. Heyrðu, þú ert komið með stúdíu út í bæ. Já. Þú ert ekki með stúdíu heima lengur. Nei. Hver er munur á stúdíu út í bæ? Það er sjaldnar, þetta. Nei, þú slúðis. Nei, bara, þú veist. Ég er enda eða óslega miklu tíma í stúdíunum, bara á millið sem ég er að vinna og já, náttúrulega munurinn er bara að, ég eiginlega veit ekki, sko, bara, kannski minna drasl, hreitna, þegar maður er að bjóða fólki og... Ég maður þegar ég var búin í að vera í stúdíói út í bæ, þá var ég ótrúlega hræddur með að gera það. En svo endaði með því að ég fór að vinna einhvern veginn öðruvísi og ég fór einhvern veginn að klára verkefnin. Já. Fattar þau? Já. Svolítið kannski skemmtilegt að ég... Lærði rosalega, það er náttúrulega ekki, á þess að við séum nokkuð að gefa upp hvað það er, að þá er náttúrulega ekkert mikið fólki, þú er writing solo. Já, þarna, já. Já, en samt að vissuleyti ekki, sko, vegna þess að ég er að fá þeim einn skemmtilega artista sem að, þú veist, og ég er líka að gefa færi á mér, skilur læti vita hvað ég er að gera og og þú veist, Það var svona náttúrskast. hvað fyrir? Ég veit ekki. Nei, bara við erum eitthvað að reyna að vera óformlegir. Já, það er líka því að það er kvöld, sko. Það er ekki að því að kvöld og seint klukkan. Nei, þú er svona gammal. Það var svo gaman. Já, og fær einhverja... Já, þú veist, þú veist, eins og núna, ég er að vinna ógeðslega skemmtilegt verkefni með einu rappara sem er rosa duglegur, skilur, og ringir svo oft í mig og er svona hamrað á mér að koma í stúdíu, skilur, klára og gera. Og það er, þú veist, ég hef líka, þú veist, þú talar um að, þú veist, writing solo, ég hef oft verið þannig líka bara sjálfur, eins og veist. Þú veist, hvort sem ég er með stúdíu út í bæ eða heima á mér, mér er rosa gott bara að týna mér í músíkinni, skilur, setja bara með headphone og þú veist, eiginlega frá því að þú lést mig hafa fyrstu græna mínu, svona. Það var hvernig ég bara týndi í mér, sko. Hvað greiða það? Sko, fyrsta græjan sem þú lést mig hafa og svona officially, það var þegar þú komst frá LA, þá fekk ég Atari ST 1080 og EMU IMAX sem var með bilað floppy disk og þannig ég gæti ekki save hann eitt en þú kendi mér að sampla og svo svona lærði ég aðeins meira á hann þannig og ég var að gera fullt af lögum bara alltaf í ykkur midi bara og þá var það þannig, sko, þá var ég bara með kekki og sé þú veist, klapp, piano hafa kannski 1,5 áttund, bassin var 1 áttund og eitthvað svona, svo gerði ég bara lag tók það upp á tape, svo bara Þú veist það bara kastu? Já, svo gerði mér bara annan lag, sko. Ég hef ekki ég hef þá ekki selt Atari-hana, ég hef litið þig að hafa hana. Já, þú leist mig hafa hana. Með krakkað útgáfu af, ég keypti samt. Já, hún var, sko, þegar þú leist mig hafa hana, þá var hún biluð, af því að hún var með amerísku kerfi og þú stakst henni eitthvað í samband við 220 og fræja er móðurbróðani og þá fórum við, það var tölvuverstaði þarna upp í Skeifu. Já. Þarna í hliðargötunum hana í Skeifunni. Það var eitthvað svona dúttar hörpa á Efrahæð sem að gerði við hana. Og ég man ekki hvort að pabbi að borga eitthvað 20 skall eða eitthvað þegar það að gera við hana og þá var hún 220. Þau breytti henni. Og þá þurfti ég aldrei að nota henni strömbilinni, sko. Já. Og fyrsta krakka það fór þetta líka, það var sem ég notaði, það var Cubase. Já. Ég átti Cubase, sko, legit með dongul, manna var svona vinnur, steljótur. Svo var eitthvað vinur minn sem að, ég man nú ekki hvernig það atvekast, hann óvart dílita eða formataði floppydiskin og þá átti Raggi frendi krakkan Cubase á Atari. Ég veit hvernig hann fekk hans, sko. Það er fyrsta svona ólöglega Talandum að dílita þá svona áður en neti koma þá keypti ég Akai S750 S770 og hann með 40 megabæta hörfundiski maður alltaf kunni ekki neitt og ekki neitt, sko.
og þá ítti ég sko execute eða eitthvað og formataði allan diskinn með öllum soundunum og þá var alltaf vita vonlaust að fá soundin, það var ekkert net og ekki neitt. Nei, þú kannst ekki tvarðið Þú veist, ég hafði kannski getað kýrt hann upp í rín sko, ég hafði kannski getað látið Guðna eða Magga hafa hann harðadiskinn, þegar ég kannski sent hann út það hefur bara ég er að fatta hann núna sko, ég kannski geti gert það en ég man ég fór til Jónas Þóris maður seti Jónas Þóris hann var tómatekjarnar minn í mennskóla já. Hann leiði mér að kópir ykkur þá kifti ég, þú veist 100 floppy diska og það er að setja 40 megabæt á floppy diska 40 megabæt, það hefur verið svona 30 diska heyrðu, en svo hérna með MU-un og þetta, þá varstu náttúrulega bara búið til músík sjálfur já stofnaður svo okkur hljónsveit með ykkur eða eitthvað sko, því, þetta byrjaði nú samt aðeins fyrr sko, vegna þess að þegar þú bjóst í kjallarinn á Áslaugötunni þá varstu með J800 mann ég J800 þú áttir J800 já, J800 á ég kom út þá jú, þú varst með, ég man alltaf eftir þessu þú varst með J800 hana þú varst með, já, þú varst með þennan hérna J800 okay. og varst með Cubase Já. og þú leiðum stundum að leika mér í stúdíunum og hérna svo fekk ég þegar ég var 10 ára held ég 10-12 ára þá fekk ég fyrsta hljómborðið mitt það var bara eitthvað svona, ég man ekki Casio eitthvað dúti og þú varst múin að láta mig hafa stereogrör sem voru með, ég man ég átti að með equalizer eitthvað svaka marasmagnar hana og eitthvað og þá lánaður mér Ecstatic Goldman og ég gerði lag á skemmtarann eitthvað og svo tengdi ég sko síðinars pappa inn í græðunar og var að skipa sömblum inn sko, bara svo að ef ykkur hlusta á þetta sem ég efast að þá er Ecstatic Goldman náttúrulega legendary sampling CD sem ég keypti og ég man eftir að ég hlustaði á hann á hotni í bara Walkman bara eins og geisladisk ég kunni hann utanbókar eins og maður gerði með öllum sampling og það finna CD-unum sem að það sem er að gerast í dag að það er það að nú eru allir þessir litlu þessir bedroom producer sem er í dag að eins og skiptum að loop og Zero G datafældiskanir þetta er alltaf komið tilbaka sko. Þeir eru allir bara að tapa sér og ég var að hlusta á það var eitthvað gæði sem var að tala um þessa diska ég man ekki hvort það var í YouTube eða TikTok eitthvað að sko datafæl 1 og Ecstatic Goldman þetta voru sko brjálæðislega ólulegi diskar þeir sömbluðu bara þess að þeir datt í hug settu þessu bara á disk og svo er það bara sel þú veist ég er þannig líka ég kann Ecstatic Goldman fyrstu 10 trökkin eitthvað gert sko Ecstatic Goldman 1 og svo gert Ecstatic Goldman 2 og 3 þetta var svo vinsæl hljónsveit á 4 það var rosalega og frábært fyrsti diskurinn frábær næsti diskurinn allt er lagi þriði diskurinn og umulögu fyrir diskurinn þú veist þetta var svoleið sko Heri, en þú, já ok og hvað já sko, svo átti ég hann MU-inn og ég man þú bara láta mig hafa svo mikið svo ég kefti einhverja risa hátalari sem voru ég man ekki hvort það hefur verið Jamó, hétur já, það voru svaðalir ég færðist fljótlega yfir í hvað ætli, ég verið svona 13, 14, 15 ára, þá fór ég yfir í Trackers ekki 15 ára, þú verið miklu yngri en það ég var svona 12-13 ára já, þetta var því ég byrjaði að hafa þá var ég farin í Trackerinn á PC já, á PC og Trackerinn eiginlega breytti rosa miklu fyrir mig því það var sample based forrit sem sagt gastlóta waveum beint inn á track og spilaðu síðan á lyklaborðið, ekki á hljómborð og það sem var svo skemmtilegt við það format og þá senu bara í heild var það að þannig er internetið að koma inn og það var svo mikið að dúttum sem var að búa til músík og gefa hana bara út á netinu frýtt, þessi lög, þess að fæla og þú kannst náði í fælana og nota soundin úr lögun þannig að þú varst alltaf að nota ný sound frá öðrum og maður var að remix alveg hægri vinstri og hérna og ég gerði rapplutuna þannig með hverjum með sem að þú mixaðir, hún er gerð á Tracker öll já, hver rappaði á henni? Úlfur Kolka, frendi
Rúbin Já, Ágúst Eva var þarna á einu lagi Maggi hérna sem er í Ambadama og strákur sem heitir Anthony Lewis sem var með honum í Subterranean og svo strákur sem heitir Mike sem kom frá New York, kom frá Virginia, ekki? okay, þannig ertu þá komið með eitthvað band Já. þegar þú ert í Hagaskóla Já, sko ég, Úlli 14 og Rúbin, við byrjum að búa til hip-hop um 14-15 ára í Hagaskóla í Hagaskóla. og þú varst pródusentinn, Já, ég og Úlli, þú Úli já, og Rúbin var að rappa, Úlli var að rappa þú kom Mike, sem er gestur inn já, svo kom Mike inn setna, rétt áður en við gerðum plötuna. Þá vorum við 18 ára þegar við lendum á samningi hjá Smekkelsu okay. og hérna já, alveg og hérna og við vorum að tala bara um daginn því að Úlli var að gefa út plötu núna var að koma úr námi í Úlfur Kolka var að koma úr námi í London og mastersverkefni þess var einhver 5-lega EP sem hann var að flytja á hérna prikinu og við vorum að tala um þetta sko þegar platan kemur út skrifum til samningarna á borðið 2 niður á hotni, stóra borðinu og á sama tíma kemur út fyrsta plata með Sigurús hjá Smekkelsu þannig að við náttúrulega fengum ekki neitt sko. Fengum einhver 10 plaggött eða eitthvað og engan pening náttúrulega skilur en svona gallin sem að við kannski gerðum var sá að alveg rétt maður ég held að Smekkelsu hafi borgað mér eitthvað já, alveg rétt maður, ég sendi þeim reikni já. Hún með sem mastur í Skúlatúni Hvað er skúlatúni? Sýrland Já. Gamla Sýrland, hún mastur þar Já. og ég man eftir því sko að á þessum tíma þá notaður ég man ekki hvort það hefur notað eða hvort að ég hef gert það notað hérna Óson Óson, bara fyrstu útgáfun eða eitthvað og gæinn þurfti eiginlega ekkert að masterna þannig að það búið það sko. mann að sagði það við okkur hann þurfti eiginlega ekkert að gera neitt það var bara að levela þannig að öll lögin voru í sama leveli og notaði hérna CD Architect maður skilti því sem var svona þannig að þú kannst látið lögin fara inn í hvort annað en það sem við gerðum í rauninni að hún kemur þarna út ég held hún komur sumarið hún var vel með Úlli leirið eða Úlli náttúrulega veit allar þessar dagsningar að við vorum ekkert að spila og við performurum ég held að vera eitthvað Thomsen eitt á Gauknum eitthvað svona við gerðum ekkert fylgdum plötunum ekkert eftir sko og svo var það ekkert meira úr þessari hljómsveit sko, hún einhvern veginn bara datt út en ég og Úlli semst setna meira þá gerðum við ég veit, ég drakka líka, gerðum drum bassplötu og ég gerði líka vínilplötu með Dóra sem átti tölvutek og svo gerði ég aðra með Aglefinu mínum sem var diskur og þá man ég eftir að þá fór maður upp í hvað hétt þetta fyrirtækið þá látið búa til fyrir þig sko, látið brenna á diskin sjálfan þú veist, hérna filmuna hvað hétt þetta fyrirtækið allavega og þá fékkstu tóma diska sem þú síðan brendir sjálfur maður sé ekki þessu fékkst þá með hulstur og allt þú þurftir að gera coverið og allt sjálfur sko. en það var bara búið að brenna plastið á diskin sko. og við gerum það ég og Úlli og ég og Egill og hérna en Úlli, Dóri við gerðum vínilplötu sem er ennþá komið að gefa út í 780 eitthvað eindöngum því það var eitthvað dýll og ég held að séu til 500 eindönga þá en hún fór nýri þrjumu og ég menna þú veist og hún með sér til á netinu þá en er ekki, já ok, og alltaf fram og hérna og svo kemur Reason inn og þá fór ég gerði 2 eða 3 lög á hverjum aðsplötunni á Reason þá fór ég svona að leika mér í Reason og Reason 2.5 keypti ég hann notaði hann alveg eitthvað sko en svo hef ég farið í Ableton og ég vel búin að vera það síðan sko byrjar þá, varst í Ableton 1 fórstu bara byggt þá ég man ekki hvað fyrst, ég held að Ableton 5 hafi verið svona fyrsta útgáðan sem var eitthvað notað sko og þá var náttúrulega Game Changer að geta vorpað þessum bítum og af því þá var maður búin að nota Dr. Rex það var fyrsta svona time stretching í 12 en það var náttúrulega löngu komið í Steinberg það var Steinberg og það var löngu komið náttúrulega hérna í hvað ekki S1000 eða eitthvað sem var fyrsti time stretching Goldie var með til að tala um þetta hann var fyrsti gæðin sem að time stretchaði beat í drum bassi, Jungle hann figuraði út einhverju leið til þess að en í trakkanum þá, fyrsta trakkanum Mono
Já, sko, það er náttúrulega til milljón útgáfur af tracker, þetta er Pro Tracker, þetta er Scream Tracker, þetta er Fast Tracker. Hver bjóti tracker? Sko, trackerin sem ég notaði, eða við notuðum, sem heitir Impulse Tracker, hann heitir Jeffrey Lim, held ég, Lim eða Linn, og ég man ekki hvort hann sé finni eða eitthvað álíka, að því það finna ég sko að trackersinnan er rosa skandinavist atriði. Já. En Deadmau5 er samt í tracker. Var Deadmau5 ekki tracker? Hann var í tracker og svo FL Studio, Fruity Loops. Það sem var frábært við sko, og svo fyndi ég að tala um það, sko trackerin var þannig að það kom tímabili, þá komu örgjörvar, PC örgjörvar sem heitu MMX og við fórum allir og kjöptum okkur MMX því þá kostu að nota, því að hann er allur rosa starffræði og þá kostu að nota skipi sem var seta og ef þú setti seta, þá var 0 upp í 50 eitthvað leis, það var cut-off og svo 50 upp í 127 það var resonance þá getum við verið með cut-off og resonance og svona en það var ekkert, sko trackerinn eins og þú og svo var það stereo svo var hann stereo og Fyndi að hugsa það kannski ekki importerað bara mono stereofælum bara mono já, það var oft en ef það var stereofæl að þá þú þurftir einbóttunum á tísar hvernig náður maður aftur soundum inn hvernig náður til dæmis ef þú ætlar að taka til dæmis eitthvað kick bara, ef þú ætlar að rappla ykkur kicki hvernig náður þið inn í tölvuna Cool-Edit já, og í gegnum hvað hitt aftur soundkorti sem allir voru með Soundblaster Soundfontar það þyrfti að setja upp þú veist, í þessu vídeo sem maður gerur svona screenshot þetta var alveg ruggla og svo var ég kallinn á tímabili því ég kefti með Soundblaster sem var með minnis það var keft sko minniskubba RAM á kortið til þess að vera með soundfonta og þá samplaði ég píano og setti inn sem sound sko ég náði í áður en ég kefti emulatorinn sem ég með Emulator 2 þá náði ég semst í soundfonta með emulator soundunum það er soundfontar semst ég hef alveg þú veist nota bara hvað er ég búin að í 2 ár kannski þennan svo er ekki 2 ár síðan ég notaði síðan soundfonta sko notar ekki soundfonta nei ég þú getur sko þú veist ef þú til dæmis nærði Xterra Goldmine þá getur hann við í soundfontum bara allir samplerar sem að nota og náttúrulega margir af þessum diskum sem eru Logic samplerinn, hann er soundfontar og svo náttúrulega er mikið af þessum gömlu diskum það var alltaf eitt trackmaster sem var digital var alltaf síðasta tracki eða eitthvað sem var svona digital sound sem var til þess að importera inn í samplera bara og þá bjó hann til sem er eiginlega sama aðferðin og var í gamla daga sko eins og þegar ég keypti gömlu leikjatölunum mínar Sinclair og Commodore og svona þá lótaður þeim inn bara með sondi sko. Þá kom bara svo var það komið leikur sko. Þetta er bara sama pæling þú veist. En mér fannst alltaf einhvern veginn ég veit ekki hvort að það kannski er bara partur kannski af emulator sondunum eitthvað, en mér fannst soundfondar alltaf sonda bara svo liðlega mér fannst einhvern veginn ekki búið að velocity gera neitt eða neitt, þetta var bara dang, þú veist ég er samt ennþá sko þú veist þegar ég er náttúrulega svo mikill poppari sko ef ég er að semja lag að þá þú veist, ég hef alltaf píanóið bara í 100 já, bara full on velocity bara. Ég hef bara allt í bara ég vil ekki, þú veist kannski með Rhodes og eitthvað svona en bara, þú veist, eins og í poppinu ég bara, það heyrist og svo set ég alltaf í gegnum svaka kompressor maður náttúrulega breytist líka með tímanum þú veist, sko við vorum náttúrulega dálítið svona guinea pigs þú veist, ég fatt að þú veist að tala núna sko, við vorum svona algjörði guinea pigs frá því að þetta kom allt út sko, ég eiginlega stofna mína ég kaupi fyrsta samplerinn minn hvað ætli ég sé 14 ára þetta er 84 eða eitthvað sko svo fyrir ég hljómsveit með Guðjóni og hann er með emulator ég er með S550 og S50 og þetta virkar allt saman en það er rosa noise í öllu og það er svo gamla Ajax-tóti og svona já, en þú veist, þetta er eins og með emulatorinn sko, þú veist, það er alveg rosalega sérstætt sound í þessu sko þú veist, það er eiginlega bara vont sound þetta er ógeðslega flott sound sama eins og með trackerinn en þú veist, það var bara verið að þú veist, það var bara verið að byggja upp
það sem var hægt að gera og það var ekki komið ennþá það sem var í raunverulega hægt að gera Nei, skilur Já, ég meina sambandi við tölvuna eins og varst að með tölvuna sko. Já. Þú kaupar annan örgjörfa til þess að geta nota cut of þið Já, vildir inn í tölvu, digital vildir tölvu já. Svo ég var einmitt að hugsa til einhvern daginn sko. Ég man eftir einhvern tímann, þá fórum við upp í Rín og þá var eitthvað syndi þar það var eitthvað forrit sem var eitthvað svona ambient gaur og hann var svo stór og ég man ekki hvort hann verið 32 mega eitthvað og manni fannst það alveg geðvegt sko. Þú veist, ég man ekki hvað ég heit Enigma eða Biss eitthvað svona, það var eitthvað rosa atrið. Man einu svona prófið í hljómborð held að það hefði verið hérna ekki man ekki hvað forritið var þetta var alveg forrit fyrirtæki sem er ekki til í dag og ég var að prófa trommunar og svo ítti ég og sem sagt krassið og það lúpaðist það var hræðilegt sound sko þú veist, það myndi aldrei fungera sko Nei. þú veist, en það var ekki þetta lag eitthvað svoleið sko, update kom bara einhvern floppy disk sem var bara í búðinni Já. það var ekki, hvað er að ná í update Já, ég skilur, það var þetta bara ekki til sko Þetta er svo skemmtileg tímabil líka því þú veist, þetta forrit náttúrulega sem við notum strákarnir sko, trackerinn, þetta er náttúrulega DOS já. þú veist, og kannski kert það bara og tölvaðin hefur farið í hack, það kosti alltaf kert trackerinn sko, já. þú veist en það sem að, mér veist líka sjarmir við trackerinn, það er einmitt þetta noise þú veist, það er oft ég var einmitt að gera bara daginn, það er komið sérst búa portunum yfir í Mac til dæmis, hann kallaði Shizem tracker í dag, en hann lítur nákvæmlega út Já. og ég lótaði inn einhverjum gamlu lögum sem ég á sko, það er sonda hræðilega sko, skilur en þú varst ekkert með, það var ekki en kompensur það var bara voljum og pan búið skilur og svo bara ef kikki var á lágt þá bara normalisera það, maximalisera það ég man það var skipun sem var Ctrl-M held ég, að þá kannski sko maximalisera samplið og við leikum okkur oft aðeins strákarnir að maximalisera alveg í tætlu til þess að fá distortion á söndi sko. Bara krönsaði bara í drast sko. En svo er mitt, eins og ég segi, svo fer ég hérna yfir í Ableton-in og það er einhvern veginn, hann hefur hentað mér síðan sko. Þú veist, ég er náttúrulega að prófa Logic, ég er búin að prófa þetta allt, ég náttúrulega lærði upp í Sýrlandi á Pro Tools, ég átti með þessi M-Box sem ég keypti þér, litla M-Boxi, já, hún er samin á M-Boxi, hún er tekin upp á M-Box, Titanium, hver kom þess? Þú leið sem að hafa, seldi mér Titanium, MacBook Titanium, svaðalega algjör lungur með þér, það var USB, eða hvort það verið fiber, en það sem var geggjað við það voru fókusett príðan bara á Magnum, gíslega ljótgræður svona blá hræðilega þetta var sko fyrstu pródúrskæðin voru hræðilega sko. Þú veist, þetta var alltaf að krasa og þetta virkaði aldrei og þetta var alltaf ykkur ruggli sko. en já, þetta er hérna, það er margt búið að gera síðan þá sko. Já, Jesus svo náttúrulega fer ég að DJ-ast þarna með þetta gerist rosa hratt hjá mér hérna eftir að ég fer í menntaskóla eða fer ekki í menntaskóla svo náttúrulega fer ég að vinna með Frikka og Bjarka á Flash gerist þetta löngu setna þá var ég farin að DJ og við stofnum Plugged og það var einmitt bara eitthvað Ableton rung sem við byrjuðum að gera sko og það er einhvern veginn þá sem að ég fer almennilega að nota Ableton þannig vorum við alltaf eitthvað effektu ég geraði eitthvað remix fyrir Palla líka Deep Inside remixi sem hann notaði og þú veist og ég var einhvern veginn alltaf og ég fyndi að segja því að þú náttúrulega fyrir mér remix kongur þessar lands einhvern veginn að hérna ég einhvern veginn var alltaf bestur í að gera bara remix þú veist að því mér finnst ég svo oft þegar ég er að semja lög vera einhvern veginn að spila eitthvað og klassist læra píanó þannig ég heyri alltaf ég er að gera eitthvað svo bara þetta er þetta lag svo kannski kemur einhver annar progression eða eitthvað og þá er ég bara þetta er þetta lag og ég losna ekki einhvern veginn við og hraustum þess vegna einhvern veginn næ ég ekki gera það sem ég langar að gera við eins og dansmusík en ég hef einhvern veginn alltaf farið á milli þess að gera sko hip-hop yfir í dans og svo drömbis ég er einhvern veginn bara í þessu trennu og hérna þú og Bjarki gerur eitthvað lag með Pól sko, ekki tókuð þú til Eurovision? Við tókum þetta til Eurovision með henni hérna hvað heitur náttúr? Fyrir stelpan hérna Já, einmitt gerðum hérna
co-prodúsuðum raddirnar Einmitt. svona ekki að taka það af honum hann Jakob bróður sem var prodúsur það en hún kom með lagið til okkar og baði okkur aðeins að pimpa það þessu upp og við gerðum það og það fór út svo hringir Páll Óskar í mig og vill fá okkur demo sem við látum hann hafa og hann endaði á því að kaupa á okkur basically heila plötu sem var eiginlega klár þannig séð það var svo skemmtilegt verkefni að gera og svo eins og ég segi, svo ég núna að vinna með þessum strák, hip-hop-plötu og ég hef svona verið að vinna rosa mikið bara undanfarið kannski svona, hvað var að segja 10 ár rosa mikið bara singlum ég hef ekkert verið að vinna kannski fyrir utan palla þá þetta bara svona singla verkefni ekki rosa margir því ég gerði til mér slag með Erp og og fleirum og það endaði í það var svolítið skemmtilegt verkefni það hétt Varsjá Gett og Gaza Varsjá Gett og Gaza það var svona áráðslag og svo gerðum við bara í ykkur flippi þá notuðum við akapelluna ég og Bjarki og gerðum sem sagt drum and bass útgáfaði og þá fekk ég hugmyndu svo að hverju fáum við ekki fleiri rappar á þetta og það endaði með því að það kom bara stórskot að liða á rappurum ég held að það verið 8 rappar á einu leið ég held að það sé að mesta sem það hefur verið sem er ekki band sko alveg rétt, ég held ég að eitthvað tíma hýrt þetta Mælgin og Jón Magnús og fleiri sko sem komu að þessu og það var ógeðslega skemmtilegt með þess að fengum eina það var eitt gæði sem bjóð út í Danmörku sem sendi okkur bara akapelluna hingað heim og það held að það hefur verið tekið sko á eitthvað mjög vafasaman mæk einhverjum mjög vafasamur í mig en það var svona skemmtilegt skilur bara ótrúlega gaman og en það sem hefur náttúrulega staðið upp úr kannski á þessum svona innan gæslappa ferli það sko plöggt það var alveg ótrúlega skemmtilegt tíma og rosa mikið af minningum og að þetta gerðist bara einhvern veginn það gerðist eiginlega bara á einni nóttu sko það gerðist þannig að við erum að vinna strákunar á Flass og við gerum remix af Dr. Mystery og Mr. Handsome þegar þeir voru sem stærstir og hafðum kannski svolítið Pálmann í henda okkar því að við náttúrulega gáðum svolítið ráðið í hvað við spilum í loftinu og ég man ekki hvort að ég hafi gert það eitthvað annar að við settum bara lagið í spilum skilur, og það var bara huge og svo býður Addi Exos okkar að spila með sér á Tækkamóturis og alveg rétt, hann var með á NASA hann var með og þá áttum við og þá á enginn okkur átti DJ-græf sko, og fengum við lána maður ekki kitti sem var á Torvaldsinn 800 spilarnir það var alltaf kitti svona brúnni tösku sem var svona go-to kit og ég fór bara yfir á Torvaldsinn tók kittið, fór mig á NASA upp á efri hæðina og við spilum þetta við hliðan á nautinu sem var hjá steganum og ég man að Inga sem að rak NASA, hún kom til okkur og sagði ég hef aldrei séð svona marga á efri hæðinni það voru bara allir uppi og við endum á að spila þannig að það var rosa mikið eins og okkar símanst, það voru Tækkamóturis kvöld bara liggum við á 10 dagar fresti eða eitthvað. Hvenær var þetta? Hvaða ár var þetta? Þetta var 2004, 5, 6 ég manna. Þetta er svo langt síðan, 20 ár síðan þetta er rosa langt síðan sko. Og þá við spilaði með Tiesto við spilaði með Dýra Mínes kom hann til Íslands? Já, hann spilaði á Broadway Tiesto? Já, alveg rétt maður við spilaði með Deadmau5 kom hann til Íslands? Já, spilaði á NASA og hann átti alveg Akkur fór ég ekki? Hann átti alveg hræðilega, ég hef aldrei verið stressað á æfinni þá spilaði við á eftir Deadmau5 Já, hann átti ekki einhverju sko. þá varum við að loka sko. En átti hann einhverju hittar þá Deadmau5? Já, það var þegar Deadmau5 var bara orðin hann var orðin the shit sko. Og ég man að hann var að spila og hann mætti allir og hann setur svona tekur headphone þessi, setur tíminu og segir don't fuck this up og ég maður hvað ég var bara ertu ekki að grínast það? Ég var búin að velja lag sem ég ætlaði að spila og svo var ég bara, ég get ekki spilað þetta lag, ég þarf að velja eitthvað annað og ég sagði það við hann, ég sagði, hvað er það þér? Segir þetta ekkert? Ég sá einmitt í dag eitthvað vídeómennum að því að ég er náttúrulega, hann bara elskar Deadmau5 sko, hann er bara frábær karakter hann er að selja líka fullt að greiða með eitthvað svona hvað var hann að tala? Það skiptir ekki máli hann var svona fullorðin Já þannig að hann er svona þybbnari skilur, hann er ekki sami skinny
Nei, ég var að segja þetta gæri en þegar hann á geðveikt stúdíu. ég var að tala við hana, þetta forrið sem hann er að hanna hana sem hann var að sjókísa Já, röddina sem líka honum dýbri ég var ekki viss hvort það væri hann sko. Nei. Svo ég þurfti að tjekka hvort ég væri á Deadmau5 Sorority sko. en svo náttúrulega hef ég alltaf verið rosa mikil grúskari eins og þú náttúrulega veist rosa mikil fram og tilbaka og ég elska að ná mér í ný sound og nýja synda og Hvað er svona go-to syndiðin, þú veist, hefur verið alltaf? Eða svona núna? sko ég hef alltaf notað Silent, ég keypti mér hann Já, Lennart. Silent með einn Silent One Já, aldrei ég kalla á því Silent One ég kalla hann smámaltarsindan Silent og svo þegar Seruminn kom út sem að mitt vinur Deadmau5 Steve Duda gerði og þá keypti ég hann líka ég keypti hann svona rent to own Það er svo áttur hann í endanum já, 8 í endanum, keypti hann okkur 1,5 ári Svo höfum við líka keypt nokkuð fórið saman Við keyptum til dæmis við keyptum Ableton og ég keypti Logic nei, þú keypti Logic og ég keypti Ableton hvernig var það? Það var eitthvað slags Nei, þetta er þegar ég var að læra upp í Sýrlandi og þá splittuðum við þessu þannig ég man ekki hvort að ég hef keypt annarkvort þetta var eitthvað þannig þá keyptum við saman eitthvað við erum bara að köpa við saman keyptum kontakt Svo keyptum við þarna native instrument þarna stæðsta pakkan complete Eitthvað með nota hann ekki Eitthvað með nota ég ekki nei sko Ég bara nota ekki native instruments Einu sem ég nota það er gítararnir en nú er ég komið gítar sem er í remixin sem ég er að gera þá er ég mig þú veist, til maður þetta gítar þá er ég mig gítarleikar úti ég sko mér finnst bara svo spila alltaf gítarinn svo ég mér finnst bara svo mikið ég man til dæmis sko Steinberg þeir gáðu út þarna virtual guitarist og virtual drummers og þeir samt enn þann dag í dag finnst mér og sko erum miklu meira user friendly heldur en nokkuð tímann þetta gítarút ég hef aldrei skilið sko okkur þú hefur aldrei getað gert sko það eru svona phrases og eitthvað dót sem er inn í þessu okkur getur ekki editera þau og búið til þinn eigin riff skilur, ég hef aldrei skilið það tekur svo langa tíma það er fullt af liðir sem getur gert þetta en ég meina svo er fullt af fólki að því mér finnst þetta bara að vera svo mikið demo sko þú hefur kannski voðalega gaman að því að dúllar þessu ég hef engan á því sko ég hef bara að þessi spilað inn bara á málega dött sko það sem ég er að segja það er munurinn þú tala um að við notum þetta ekkert ég nota píanóin þannig mjög stöð skemmtilega að því ég náttúrulega keypti mér ekki ég er ekki enda búin að köpa með Keyscape en eins og ég segi mér finnst þetta eins og svona þessir riff plugginar þessir gítar plugginar og þetta dót mér finnst þetta bara vera svo demolegt þú getur ekkert notað þetta riff í eitthvað lag öðruseldur en að fólk sem er í þessum bransa viti hvað patsit er og mér finnst það eitthvað svo þú veist, akkur ég fegstu þessi pæling, akkur ég fegstu bara ekki gítar þið nota allir skilur talandum sko eitthvað svona sem allir nota þá nota allir til dæmis P-Bassin frá Spectrasonics hvað heitir þetta Trillian fólk er ennþá nota eða Trilogy það eru margir sem nota Trilogy frekar en Trillian það eru bara skemmtleri eins og P-Bassin ég held að hann kom úr Trilogy ekki Trillian það er bara allir þessi hittar og já, mér finnst það svo, þú veist, ég hef bara aldrei tengt við eitthvað með native og eitthvað með sampler og það er að ég er ekkert að semja með eitthvað symfóníum og eitthvað svona sko. Nei. Ég keypti strengi frá einhverju fyrirtæki, manni hvað heitir, eitthvað diskostrengi og ég nota það bara. Eitthvað megin svona með aldrinum að þá eitthvað megin verða hlutin ég er að fara að segja einfaldri, þú veist, fólk ætti að sjá alltaf sliðan en þú veist, þetta er kannski meira svona söfnu líka en þú veist, það verður þetta svona eitthvað meira svona, þú nennir ekki að þú veist, ég þarf ekki að leita 20 eða 30 bussum sko Nei. Ég veit bara eitthvað að bassa Þú mitt varst að segja sjálfur aðan þú er búin að nota sama bassan í 100 eitthvað remix skilur, þó þú sért með þetta allt eins og segja þetta er náttúrulega ég er náttúrulega með orginal mínimúk skilur, 70 aesthetically pleasing að vera þetta inni þetta er gæða en svo segir sjálfur þá notar það bara sama bassan og ég gerir það sjálfur sko
skilur, ég meina ef ég er að gera til mér en rappmúsík gerir maður það þegar maður er með, hvað veist ég, fimm að alltaf í sama samtið við gerum náttúrulega í Omnis fyrir Hollywood Strings já, Hollywood Studio Ég veit Strings já ég stend mig oft að því, ég var til að gera lag með Úlla í gær og ég nota bara sömu stokk trómmunar og ég nota vanalega og svo vantaði mig eitthvað bassa þá nota ég sama patchin í Silent og ég nota alltaf þegar ég er að gera svona músík skilur, af því hann sanda bara geggjar, skilur og fittar bara inn í þessu hólu sem við vantar ég er oft þannig, ég er ekki að flækja þetta svo mikið, en að samaskapið þá finnst mér finnst gaman að sko, þetta kemur bara frá því að ég var lítill mér finnst gaman að taka í sundur og setja saman aftur sko. ég hvað ég á mörg default template í Ableton sem ég er búin að búa mig til þar sem ég er að prófa hérna að nota þetta eitthvað eins og núna, template sem ég er núna það er rosa flókið sko, ég byrja alltaf að opna og dílita 10 rásum sko, sem ég nota aldrei sko, skilur, en þetta er alltaf svona ég gæti kannski eitthvað þurfti að nota bla, skilur en það er líka það sem ég þægilt á Ableton það að þú getur búið til, skilur, ég er bara búið með til mína masteringakæfi sem ég bara dreg inn og hún er alltaf ég til dæmis sko það er kannski eins og þú segir sjálfur, þú ert alltaf með sömu stillingar á það er kannski leiðilegt að segja sko en ég held ég sé búin að nota síðustu 50 lög ég er örugglega 50 lög alltaf saman basstrún ég held ég gett með einu sinni bara því ég fekk svo mikið móral að hafa nota og ég samplaði þessa bassatrómu ég ætla ekki að segja hvað ég samplaði hana sko ég samplaði hana sko skilur, og svo kannski EQ-una eða ég EQ-una ekki sko því hún virka bara ég meina til bara eins og með hip-hopið ég meina, mann í hvort það var DJ Premier eða eitthvað sem að sagði þetta, ég meina þú veist hann nota alltaf sem trómunar skiptir engum máli skilur en þú veist, það er samt ógeðslega gaman að sjá þú veist þegar þú veist, menn er að sampla og menn er að gera og græja og þú varst nú að fá hardur já U220 með Prodigy já, og það er einmitt komið að þessu ég er ekkert að fara að tjekka á hvað verður sondum mér vantar ekki M1 piano sko. mér vantar það ekki sko. ég á það til í F9 pakkanum, mjög vel samplað og því ég ætla bara að hafa mér vantar bara að gegja strengi, þá er það bara þarna skilur og mér finnst það geðið sko. bara að hafa græðin þarna svo á ég fekk D50 líka, gefur sem daginn svo ég þarf bara að láta að laga og ég á hvað heitir hann þurr? Ég var gefin eitthvað þetta er USB controller sem er með einhverju innbyggðu ljókurti, ég man ekki hvað hann heitir og það er patchbanki í hann sem að Jamir eitthvað byggur til þannig ég er með eitthvað svona mjög digital pælingar þroska eftir sá hljómbústekar hvað heitir hann já, hann bjóð til patchbanka í hann sem er leynibanki ég komst að því bara á netinu lótar uppbyggundinu og ítir okkur á 3 daga þá var ég leynibanka frá ég kaup alltaf alla bankar á hann svo er þessi F9-gur ég er búin að kaupa rosa mikið frá húnum já, ég líka ég á ég var að kaupa mér Galaxy hann er ótrúlega skemmtilegur bara fullt af alveg og hann fer rosa mikið þar það er eftir með sko disco, dans hip-hop, R&B bla ég kefti kick, snare, hi-hat ég á þá alla já, ég líka ég nota snerlana já, mér finnst hi-hatin skemmtilegir það er mjög svona já, ég nota samt alltaf ég er með svona tricks hjá mér að þetta er náttúrulega fyrst ég segi þetta ég hef ekki farið í mörg viðtöl erlendi sko, en ég segi aldrei frá þessu triksi hvað sem er skilur enginn út íslensku en svona mitt svona eiginlega leynitrix í bíti að þá er ég bara, ég vil setja live hi-hat inn á og svo setja ég alltaf steady í 909 prófaðu að setja steady í 909 bara því ég er náttúrulega með orginalin og þú setja steady í 909 undir þá er fyrsta lagi færðu klikkið úr hi-hatunum og það kemur ykkur dansfílingur prófa þetta bara, en svo getur vel að þú heyrir ekki neitt en ég heyri það bara en hvað mennur steady í 909? bara bara 8-16 og svo sitt ég alltaf líka opinn í kórusan og þetta og svo er ég nýfarinn að setja inn í öll trökki mín shaker, bara alveg frá byrjun og ég tek það frá David Morales því hann er náttúrulega, ég elska David Morales og hann
öll lögin sem hann er að gera núna er allt bara það er bara shaker bara þú veist, lagi er bara shaker já. það er mjög flott sko Já, það er alltaf, perki skiptir svo miklu máli. En hvernig er hérna, en segðu mér eitt hérna já, kannski talandi perk ef við kannski förum í ykkur aðrsálma förum í hérna AI mannstu ég hringdi í daginn og ég sagði hérna, getur ekki redda mér ykkur perki úr hérna ykkur og hérna, þú getur ekki sagt hvernig þú Súnó? Já og þú skrifaði bara eitthvað inn og svona að því ég var alltaf að leita ykkur nýri bongotrómmu sko og það getum bara gert það þar hefur samið lag og svona Já ég, sko varðandi AI og maður er kannski hálfsökunni ef maður talar um þetta Nei en þú veist sko, það er sko talað að þeir tala það að maður á bara að nota þetta er eins og með hérna masteringar græina hann sem þú varst að segja frá Ozone, þetta er ekkert nema AI stem separation er ekkert nema AI þetta er bara AI og maður bara nota þetta til þess að hjálpa þér þetta er eins og ég nota alveg svona til þess að hjálpa mér en ég set svo ýmislegt annað í staðin eins og ég er náttúrulega með masteringar græjur hérna analóg alveg fullt sko, það sem ég prófaði að gera með Suno sko ég til með tekið gömulög trakkulög, gömulög sem ég á hendinn og gert aðra útgáfu til að fá sko að því að þá kannski kemur eitthvað sem að mér datt bara ekki í hug lead sound eða eitthvað break eða bla og þá er ég bara svona það er alveg komið fyrir að ég er bara svona já, betur, þetta er alveg cool pæling og þá fer ég bara tilbaka skilur, inn í produktið og skilur, það er einhvern veginn virkjar hjá mér svona já, betur, þetta er alveg skemmtilegt skilur en sko og ég hef alveg búið til eitthvað svona kúkupiss prumplug skilur sem ég bara eitthvað að leika mér skilur og ég hef alveg gaman þessu mér finnst þetta snið og þú veist, AI þetta er bara tól fyrir mér er það bara þannig ég menna það var einu sinn til hérna en þegar þú ert farin að setja bend in a box já, bend in a box ég kiftaði í LA, ég hitt þetta getur bara sami lag fyrir mig en það er þú veist þú gast alveg skrifað, make me a blues song en mér fannst hún aldrei geta gert það en þetta var til þetta er búið til fyrir löngu síðan það sem að mér finnst aldrei spennandi við þetta það er til dæmis eins og ég kann ekki spila gítar ég kann ekki spila bassa ég er ekki bassalegari og það sem að mér finnst spennandi við þetta er til dæmis að ef þú búið að setja eitthvað lag sem þú er búin að gera inn í þetta og svo kannski heyrur bara að kemur bara eitthvað geggja gítarsánd og þú bara, þetta er náttúrulega bara geðið eitthvað gítar og að því þú getur náttúrulega í hvað er þetta? Suno þú getur tekið það og exportað í hérna mismöndu fæla eða átt að stemma og þá getur því gítar notaðan mér finnst ekki það Nei, sko, why the fuck not? Sko það sem er líka við þetta er bara, ég var náttúrulega að tala með þetta við bara eins og Úlla er rosa mikið á móti þessu hún er fyrst ekki sniðt og það eru rosa margir sem eru á móti þessu en sko það sem er að gera sem núna, ég til dæmis notaði Suno daginn og ætlaði að hendi lagi sem ég á og það var stoppað það var sagt bara þetta er bara copyright sounds like something else, bla 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 og ég var bara svona, hvað mennur, ég á þetta lag og svo það gastu sendi eitthvað dispute það eitthvað bla bla, ég nefndi því ekkert, þá bara hætti ég sko þegar interneti byrjaði eða svona var mainstream þannig að það búið að vera heilingi að þá kannski farið inn á síðu sem getur rotten.com og hort á sko, myndir af bílslysum í Suður Ameríku hverju gæjar bara á hauslusir og eitthvað alls konar nú getur það ekkert lengur því það er komin rammi utan netið skilur og það er bara það sem er að gerast í dag við AI eins og í Ameríku það er verið að smíða bara lagarama utan hvað má og hvað er ekki hægt sko þú veist en það er til og með það er komið annað fórið sem heitir Ace Studio og Ace var sko, kom fyrst á markaðin sko sem svona voice búið til vókala en nú er komið svipi pælingar sem með Suno nema að það er þannig að það semur ekki lagi fyrir þig skilur þú hendir inn einhverju lagi sem að hún segir að meir og meir ekki og þá getur einmitt settu rafmagnskítar undir og þá kemur rafmagnskítar skilur og þá getur þú nota stemman að því
þú veist, ég held að það er alveg eftir að vera, en svo held ég líka að AI, sko, eins og nú er Spotify bara sko oversaturated af AI-músík ég lendi nú bara í því hotnum daginn og þá var eitthvað jazz í gangi og þá var eitthvað gæði sem er jazzspekand og hann sagði þetta er AI sko. Þú veist, ég man þá var ég svona kontis með og ég hljóp upp og ég breytti playlist sko. Ég get ekki spilað AI hér það er bara hallarslegt sko. Skilurðu, en ég held að þetta verði þannig að þetta verði 2 separate atrið skilurðu, þá verður bara til AI listamenn sem eru bara í því búa til eitthvað svona leys og svo verður til listamenn sem að nota einmitt stemma eða eitthvað svona að því að sko þú veist, eins og eitthvað pía, það er eitthvað amerísk pía sem að gerði R&B-plötu sem er búin að fá sko billjón spilar eða eitthvað, ég veit ekki, hún er alveg hjúts hvernig ætlar það að performa þetta? Skilur, þú ert engin listamaður en er hún til? Er þetta stelpa eða? Þetta er stelpa sem er bara góðið að búa til prompts og góðið að búa til skipanir fyrir svona og gaf út einhverja plötu og hérna og er að græða pening á því sem að mér veist kannski vera pínu sketchy, þú veist, ef þú gerir ekkert skilurðu en ég hef sem veit, og hvað hvernig ætlar það svo að performa en svo er annars, sko, svo er eitthvað þýskugæi eitthvað svona teknogæi sem að er að nota sko AI þannig að hann er að spila live og er alltaf að fýta inn lægið sitt á meðan í annari tölvu inn í AI sem býr til stemma allar einhverju og þá getur hann hendi inn til hann að spila live. Þú er alltaf líka bara, þú veist, samt er þetta líka bara ógeðslega flott sko. Já, en það er samt, sko það er útrúlega að fyndi að þú tekur sko súnolag til dæmis sem er teknolag eða annað að þau eru rosa top-heavy og það er alveg svona það er eins og Ulli sagði gera það er svona MP3 artefakt sem þú heyrir sko og það er inn í öllum þessum fælum og þá er það er watermark inn í öllum fælunum sem er þannig að þú kannski gerir lag og segir, ég var að gera lag ég get hendi inn í ákveðna síðu sem er frí og hún segir mér þetta er AI strax skilur og það er ekki sjens að koma strax það er ekki fræðilegur en þetta er bara vilt að vestri ennþá þetta er AI má maður gefa þetta út? Já þú veist, maður getur fara bara svona og ég og Egill, ég getum bara sagt þetta bara til þess að hleypa þessu út ég og Egill við erum með svona social experiment í gangi við bjöggum til hljómsveit eða project sem er svona AI project bara til að athuga hvort að og við erum ekkert að sko auglýsa neitt á netinu eða neitt, við gáum það bara út það veit ekki hvað til og svo er ég búin að henda út einhverjum 2 eða 3 póstum og bara til að sjá hvort að fólk tengi það sem við erum að gera skilur en ég er ekkert eitthvað að fara að monitors að það skilur en það er skamt sko, þú veist, þetta er sko eins og ég ger öll sko coveri mín það er bara því ég nefndi ekki þú veist á þessum rýmum sem ég nefndi ekki að vera eitthvað ég nefndi bara ekki búið til sjálfur og þetta fór ég artlist og þú veist þetta er útrúlega allarslegt sko þetta er bara alls ekki töff það er bara ekki töff við þetta eins og ég sá hérna ég sá auglýsing í dag sem var gerð það var óskandi starfsfólki það var alls ekki töff en allt í lagi sko þú veist hvað ég er að tala og þetta er sko og það en þetta er út um allt þetta er á pósturum niður í bæ sko það er eiga pósturum niður í bæ já og það er bara og það er bara þetta er náttúrulega bara komið til að vera en þetta er náttúrulega bara þetta sem er í gangi núna og þetta verður betra sko, og það finna þér, þetta er betra núna heldur en það var áðan og þetta er betra núna heldur en þegar ég sagði það fyrst sko þetta er betra núna heldur en ég sagði það fyrst þetta er alltaf verið betra alltaf skilur alltaf ég meina það eru til heimasíður sem eru búin til ég meina það eru call centers í Ameríku sem eru búin til AI það er þú ert ekki að tala um einhverja mannesku hún er samt að tala þig sko hello sir, how can I help you svo segir þau tölum minni bílu let me connect you to our og það er bara annað ég meina ég nota hérna AI bara til að ég meina sjá allir með svona daginn ég prófaði það bara ég var nýra á hotni og það er stelpa þarna sem vinnur hjá okkur sem er frá Rúmeníu hún var að pæli hvaða sundlögur hún mætti fara í ef hún væri með kort í World Class og ég var svona eitthvað að segja henni það og það er svona chatbot á síðunni sem heitir eitthvað vöðvi eða eitthvað sem þú getur spurt hvernig er opnið og bla ég sagði prófa að skrifa bara á rúmensku
hún gerði það, þá switchaðist chatbotin sem á íslensku yfir rúmunsku, hún byrjaði bara að tala við hann og fekk upplýsingar sem hún vildi sko. Og þú getur gert þetta á öllum síðum sem eru með chatbot. Ég get segjum að ég flytti til Spánar. Hvað var það í gær sem að og það eitthvað chatbot þar. Það var eitthvað is asking you in Icelandic, kom eitthvað. Já. Þetta er eitthvað Apple. Þá fattaði hann sko, þegar var þá fattaði hann það er íslenskt sko. Og þá switchaði hann bara yfir. Þá verður bara að tala við á íslensku, skilur við. En hérna þú ert sem sagt í talaðu bara endur en AI sem er búið að overtala sko. Hvað er þetta skráni? Hvað er þetta að vinna í núna? Ég er að vinna í þessari rapplutu með svo strák. Já. Og bara komið eitt lag út, er annað á leiðinni og við erum að vinna núna í 3. laginu. Þú tekur þetta bara upp í stúdíunni hér? Já. Gegnum hvernig mæk? Þennan? Já, þennan mæk. Michael Jackson mækin? Keypti mér líka hvað heitir það? UAD? Það heitir Volt. Já, UAD. Já. Frá UAD. Já. Og Universal Audio Volt. Það varst að vinna í Volt? Já, ég vinna í Volt. Nei, og keypti mér 4 ára kort frá þeim sem er með innbyggðum 1176 kompressor. Geggja kort. Keypti mér Mac Mini núna bara í gær. Gær. M4. Var með M1 sem að þú lýst með hafa sem er búin að duga mér alveg helvillig vel. Ég er með Native Instruments Complete Control Mark 2 S79, ég er með Push. Nýjasta Pushin? Nei, Push 2. Push 2? Já. Ég, Push 3 geggjugræja, ég vekti hann að gera neitt. Eina svona sem ég sé sem getur hugslunóta, það er MPE þannig að, þú veist, glide funksjonu þannig. Svo ertu með hann að HS8. Ég er með HS8, ég er með Sub, ég man ekki hvað hann heitir. Hvað er svona græjan sem að hefur komið mest á óvart að vera með í stúdíónu sem að þið fannst bara að það breytist eitthvað, bara að gerast eitthvað nýlega svo vildur óska að þú keypt fyrr Stream Deck þessi hérna litlikur hérna. Ég bara hef aldrei getað nota eitthvað, ég nota þetta DJ Live ég elsk þetta verður bara í cut and paste já, líka bara því ég fer íta bara screensaver, lapp út þú veist, þú ert að prógramera þetta eitthvað það er ekkert mál, minnst máli heimi sko, ég prógramera bara fyrir key commands ég er ekkert að prógramera eitthvað þú getur alltaf keypt Ableton eitthvað bla bla og Logic ég gæti sko, ég hef með hjú í öllu ég gæti komið inn og ítt að taka þarna og kveikja öllu hjúundur easy mér er svo töff sér þegar hann með svona skrú rótari takana já, með langur hérna okkur köpum ekki það kostar bara mikið þetta er svo ógeðslega dýra græður með að við hvað þetta er þá ertu komið með til þess að fjórir rótari fyrir skjár og skjár og þá eru takkarnir líka orðinir litli skjár þá hreyfast þeir independent ok, svo það er búið að breyta workflowinu rosalega mikið já, bara rosalega mikið svo er það líka því ég keypti Söpun já, bassin já, það breytti rosalega miklu fyrir mig að því ég hef alltaf verið að gera svolítið bass heavy músík og ég keypti mér þetta Bæði Dynamic DT770 headphone-in já, ég og það er það ekki ég með hann rosa mikið af því alltaf sem ég hef keypt hef ég, mér er sér bara makkin sem ég keypti mér í gær, ég keypti hana því ég ringdi þig sko skilur, ég hef rosa mikið þegar ég kemur að svona dóti að þá hef ég oft notað þig svona sem buffer fyrir mig til að svona á ég að gera þetta á ég sleppa þig skilur, og þú ert nú eiginlega bara svona góð farið bara að keypti það varstu hvað segði við gær, ég segi það er til samtök fyrir okkur, þetta er gas Gear Alcoholic Anonymous GAS Gear Alcoholic Syndrome bara shopaholic Gear Alcoholic Syndrome það sem breytti allir að mér var þetta hérna það var G-kompression hérna þetta er bara svo mörg tímabil það er svo mörg svona game changing tímabil það er game changing með því að Kids the Reason þú veist, því þá lærði ég synda og tengja og CV og allt þetta svo var game changing með því að ég kynntist Ableton
og fara að vinna í klippum frekar en að vinna í arrangement þú veist, þetta var allt bara að vera einhvern veginn svona stepping stones þú veist, og ég einhvern veginn aldrei ég man einhvern veginn þegar þú bjóst á Hóslaguðinni þú veist með MPC-in, þá varst alltaf að segja mér ég ætti að köpa með MPC og ég einhvern veginn aldrei ég hef keypt mér svona pad græjur, skilur en ég nenni bara ekki, bara eins og þú segir svo oft um mig, ég nenni ekki að fara að læra á ennið sequencer, skilur ég enga stund að búið til beat í Ableton enga stund, og ég nenni ekki sko, ég nota Logic og nota Fruity Loops skilur en ef ég þarf að læra hvernig ég á að kötta og splitta audiofæl, skilur ég nenni ekki að læra það skilur, ég verð ekki að unni strax það sem að fara að gerast hjá mér sko, eins og ég vinn í dag að þá ég vinn þannig að hver synti er bara ákveði hljóðfæri eins og ég var að sína þarna með Juno 106 að bara pad keyscapein hann er sko ég nota kannski 2 það er ekki bara piano og róts 2-3 kannski 2-3 vaffestja emulatorinn hérna hann er hérna reitt sound í hann sem ég nota alltaf Prophet 5 það er fyrsta soundið þetta nota ég alltaf eitt soundið þessu Mugi nota alltaf sama soundið þessi nota ég alltaf þessi bla 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 svo verð ég að kaupa þennan ekki til hann að gera sko en þú veist það er alltaf sömu soundin í öllu JX-in það er svona 80s bell sound og þegar maður gerir þannig það er að því ég daldið mikið svona ég er daldið eins og Jimmy Jam og Terry Lewis Stock Aitken Waterman þetta er svona faktor í hjá mér já þú veist, ég er daldið svoleið sko þú veist, ég er ekkert mikið að spá í einhverju, þetta bara virkar það er leiðandi virkar það leið að ég fann að vinna þannig að þá einhvern megin, þú veist ég eyði kannski alveg dágóðan tíma og kannski ómiklu tíma kannski ég rökkur að það líka í að sko brása, skoða og svona, þú veist, ég er svona elska að pæla og plotta og eitthvað svona en svo þegar kemur að því að semja þá eiginlega enda ég alltaf að ég að nota sama skilur ég er með ákveðin banka í drömræk sem eru kikkin mín sem ég nota sem eru 10 kikk þú veist, og einmitt nota svo F9 svo er mér vant að píana og þá fer ég í bara mismyndi hvernig fólk F9 bara mismyndi hvernig en mér finnst ennþá gaman að taka sko lög og hérna og sampla þau og kötta þau upp og þú veist, ég og það er kannski líka að ég náttúrulega kemur úr þannig sko bara tónlistarlegu svona áhrifavaldandi mínir Prodigy old school hardcore sennan síðan Drum and Bassið, þetta er allt sample-based músík skilur við, sem er bara það sem er verið að sampla ykkur breaks og skilur við, svo kemur hip-hopið þú veist Daft Punk, Justice þetta franska dót, þetta er allt rosa mikið sampla Cassius, Ed Banger dótið og allt það, þetta er allt rosa mikið að sampla disco, bla bla, og ég fór að læra það enda fyrir mig að sampla og kötta og búa til ykkur beats þannig ég er enga sem það hendi ykkur hip-hop beat sko, ef þú kemur tíma að vanta beat og það er líka oft sem að ég hef lendið í nokkur svona núna að fólk, ykkur svona dúttar bæði strákar og stelpur svona átti ekki ykkur beats ég segi, jú, en kontu bara til mín gerum bara, hvað er þetta að pæla kontu til mín, tökum YouTube session þar sem þú heyri, þar sem ég fæ að heyra hvað þú ert að pæla og hlusta á hvað þú leikur, svo geri ég bara þannig beat handaðir það er svo gaman nefnilega finnst mér, ég var einmitt að horfa á annað YouTube hann, það heitir hérna Se eitthvað guður sem að risa fyrirtæki í LA sem að gera þetta synta koma alveg 1.000.000 manns inn og fullt af ykkur dótari og eitthvað svona og það er svo gaman að þeir koma inn og þetta eru bara hljómborðsleikarar þeir kunni ekki endilega gítar skilur mig og það er svo skemmtilegt að þú veist, upptökumenn, þeir eru bara að taka upp og kunni ekki tóna eitt annað og eins og til dæmis ferðalagi mitt í músíkinu sko, ég var, þú veist, gerði alls konar og margt alveg sem að mér fannst bara ekkert skemmtilegt og alls konar, svo finnum maður sér allt í henni skilur, og það maður er einhvern veginn bara góður í því og bara fílar að gera það þótt að maður myndi kannski elska að gera eitthvað annað að þá þá eins og ekki að mér, eins og með remixin sem ég er að gera sko, þá bara, þú veist ég basically ég veit bara nákvæmlega hvað ég er að gera og svo ef ykkur segir bara, þetta er alveg geðveitt hjá þér þú veist ég getur að sagt bara, ég veit það ég veit hvað ég er að gera, ég veit alveg hvað virkar, þegar ég gerir svona
þá sé ég þetta fyrir mig bara dansskólið já, ég sé honestly dansskólið sko. Já, og þú náttúrulega sko þú náttúrulega eins og kannski ég veist náttúrulega hefur haft rosalega áhrif á mig, menn þú kendi mér að DJ-ast þú kendi mér að beatmatcha og telja introin og 16 og allt þetta skilur við og ég tala nú ekki þú ert búin að láta mig að hafa fyrstu græðina mína skilur við en það einmitt sko þú veist, svona ef maður talar svona breadwinnerinn í þessu, þá það ekki að því að remixinn þú ert bara einhvers stund að gera það nei. skilur við, og hjá mér það hiphopið ég einhvers stund að hendi hiphopið sko, eða R&B ég bara 0 skilur við og það er kannski það sem að svona, stundum þá fæ ég svona það er bara eðlilegt að því manni vantar eitthvað svona eitthvað, kannski challenging eða eitthvað skilur við, og þá dett ég bara í sko, þá dett ég í þetta experimental mode það er dansmusíkin fyrir mér það er miklu meira experimentation ef ég detti þetta þá fyrir ég bara að tengja ég var til mér vin sem að sko er þannig að hann hlustar á hvað danslaga og hann fyrir heim og hann býtir saman samt og hann er einhvers dag sko. hann er bara snillingur í að forrita synda hann kann þetta bara að takti í leið og bara á eftirbúlun og hann veit nákvæmlega úr hvað þetta sound er búið til ég er ekki þar ég hugsa bara býtu, ég get farið bara á netu og náði þetta sound skilur, ná bara í patsin en sem að er allt í lagi já, ég meina, það er fullt af liði sem að nota bara patsa ég ger það er ekki svo bara fikta ég það er ekki allir sem að eiga hálfa með einhverjum múk sko bassarleikari er ekkert alltaf með sama bassasándið nei skilur, nei ég er að segja er oft með sama bassasándið fattar það mig já, ég meina, tölum bara ef við tölum bara eins og bönd sem eru ekki digital meina þetta er alltaf sama premier kitti sem á trómarinn með og svo er enginn að spáði nema að lægi sér gott nei, mér að sjáðu bara eins og með Jackson þegar Jackson varð 80s skilur, Bad og þetta dót eða 90s það er alltaf sama alltaf sami sneirillin skilur, í öllum þessu lög ekki Jimmy Jam Jimmy Jam og Terry Lewis og þú veist og hérna, svo er rosa mikið sko, eins og með Jackson þó að Jackson alltaf hafi verið snillingur í að búið í músík og þá var hann líka með snillinga á baku sig skilur við og ég er bara í gær hann að Quincy Jones, hann hringdi eitthvað til Quincy Jones og sagði hérna, við erum að taka út þessi strengi í byrjunni hana þetta er alltaf fræg saga hann bara, nei, við erum ekki fara að taka það út og þá sagði gær hérna sem var að taka vitur í Quincy Jones og sagði, og tókstu strengin út? Hann bara, nei þetta gerir lægi sko ég var ekki að fara að taka þetta út og Jackson veit að taka þetta út sko já, og það finna er sko ég er nú annálaður sko Jackson fan hlusta á það allt alveg í tætlun að hérna það er ákveðin sko svona chord progressions sem eru Jackson chordar og hann notar það, skilju, það er í rosa mörgum lögum hjá hann þú veist og demóum og allt, það er alltaf hann er ekkert að reinventa það víl, skilju hann bara leifur þessu bara liggja þú veist. En heyrðu, þú ert að fara að gera hérna þessa plötu þarna með svo rappara. Já, talandi kannski skjóta því inni að þú veist að tala að hérna taka út hann er með ákveðið svona hann sagði með því, sko, ég tekið alltaf sko 2 rásir og svo adlibs undir, ég bara ekkert mál svo tók ég hinn rásin út hún er bara single rás og adlib og hann bara, þetta geggja mér, ég segi já, ég veit það ég sagði og hann vissi það ekki sko, eða hvort ég hef ekki satt hann frá því eitthvað fyrir að læga og koma út úr Spotify ég sagði það er ekki 2 raddir hann veit alltaf núna skilur og ég sagði þetta ég vinn þetta bara svona og það var einmitt svo skemmtilegt sem að hann sagði við mig sko, hann er með tringdi og sagði hérna, hefur þú eitthvað tekið upp? Ég sagði já, komdu bara og kíkti mig já, hérna, áttu eitthvað beats? Já, komdu bara og kíkti mig ertu með aðstöðu? Tók ég mynd að stúdíun og sagði, ég kíkti bara til mín ég sagði þetta svona 5-6 sinnum, svo kom hann til mín og ég sagði við hann sko, komdu bara, prófum að taka upp 1 lag og aðtöfum hvort við meikum bara hvort annan, skilur, af því hann var svo gera plötu og ég svona, komdu bara svo kom hann og hérna, ég held að hann hefði búin að vera hjá mér í 2 tíma og það er svo þægilt að vinna mér og ég sagði, já, ég var alveg tekið upp hip-hop á þér ég veit, einmitt eins og þú segir ég veit alveg hvað ég er að gera skilur, og við erum bara að moka út lögum, sko, þetta gerist eins og núna, þann kemur tíminn á föstudaginn og þá er 4. lagi að fara í gang samt erum við með 2 önnur sem eru ennþá í smíðum, sko, skilur, sem er eiginlega eins og segir, lag nr. 2 er eiginlega klárt og 3, það er svona, þar var eins að fiffa. En er þetta koma á Spotify? Já, fyrsta lagið koma á Spotify. Hvað heitir þetta? Lagið heitir Meðaljón.
Meðaljón, er það íslensku? Já, og þetta er alveg geggjaður rappari Og hvað heitir rapparinn? Haukur H. Haukur H. Meðaljón okay. Og þetta er svolítið skemmtilegt konsept ég ætla ekki að segja frá því hérna sko. Þetta er ekki Þú segir bara frá því næst segja frá því næst það var hittast vikulega, ræðum máli hittast vikulega en búum að svo Þetta er búið að gegja við getum talað endalaust Já. og Meðaljón, það verður geggja að hlusta á það Meðaljón, Haukur H. Og fólk getur komið til þín alltaf ef við taka upp Þú ert fínn í hiphopinu fyrir fólkið í hiphopinu Já, bara ef eitthvað vill vinna og svo líka bara ef þú vilt gera remixmæður, þá er ég líka til skilur. Já, komið sleik Já, komið sleik Takk fyrir að koma